Tekið er fyrir annað dagskrármálið búvörulög, búnaðarlög og tollalög, stjórnarfrumvarp 608. mál, þingskjal 1618, nefndarálit á þingskjölum 1647, 657 og 659, breytingartillögur á þingskjölum 649, 658 fram að 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Hæstvirtur forseti, já, hér koma búvörulög, það frumvarp sem er bak við búvörulög til lokaafgreiðslu hér á Alþingi eftir 2 umræður og mikla vinnu í atvinnuveganefnd sem ég vil taka fram að var sérstaklega góð og fari vel yfir það mál. Ég flyt 2 breytingartillögur nú við 3. umræðu og vænti þess að stjórnarþingmenn hafi kynnt sér þær vel og hugleiði hvort að þær eru ekki liður í því að skapa meiri sátt landbúnað á Íslandi. Ég tel svo vera og þess vegna tillögurnar fluttar. Hins vegar eru svo líka hér í breytingartillögum meirihlutans tillögur varðandi tollkvóta á sérmerktum ostum þar sem fjallað er að auka þann innflutning og sjálfsögðu að hætta þá ofur tolllagningu á þá osta sem ekki eru framleiddir á Íslandi. Þetta teljum við til mikilla bóta og munum greiða atkvæði með þeirri tillögu. En virðulegi forseti, ég vek athygli hins vegar á nefndaráliti meirihlutans þar sem stendur með leyfi forseta: meirihlutinn hefur sammælst það við ráðherra að hraða innleiðingu og auknum kvótum vegna innflutnings á sérostum. Ég trúi því og treysti að hæstv. landbúnaðarráðherra klári það áður en hann fer úr þeim stóli. Háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, við erum komin í atkvæðagreiðslu 3. umræðu búvörusamninga og ég vil segja og vísa í skýrslu nýlega var birt á vefnum og gerðir af greiningardeild Arion banka þar sem rækilega tekið fram hve mikið framleiðniaukning hafi verið á undanförnum árum í íslenskum landbúnaði, hve verðmætaaukning hafi verið og hve landbúnaður sótt fram til aukinnar hagræðingar. Það er á þeim grunni sem við samþykkjum þessa búvörusamninga í dag því að við viljum sækja enn og lengra fram á þeim sviðum því að landbúnaður þarf á því að halda. Kerfið er ekki fullkomin. Kerfi eru í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur saman við, utanumhaldum bændur, utanumhaldum matvælaframleiðslu. Við getum endalaust rætt þau, við getum endalaust deilt þau og verið ósammála þau. En í dag ætlum við að ganga áfram. Við höfum undirbúið öflugan farveg fyrir það að skapa meiri sátt íslenska landbúnað. Því hvet ég til góðrar samstöðu það afgreiðslu sem við tökum nú á hér. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björt Ólafsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, við í Bjartri framtíð lögðum fram frávísunartillögu á málið í heild sinni og röktum það í 13 liðum af hverju málið væri ótækt. Það var auðvitað fyrst og fremst af því að lítið sem ekkert samráð var haft við lykilaðila þetta stóra mál, búvörusamninga. Það var ekki haft samráð við neytendur, eitthvað samráð við sumarbændur í forystu, ekki samráð við verslunina og svo framvegis. Þessir samningar eru samningar óbreytt ástand. Þetta eru samningar fyrir gamla Ísland. Þetta eru samningar sem hækka tolla á osta. Þetta eru samningar þar sem verðsamráð verður ennþá við lýði í mjólkuriðnaði. Þetta eru samningar þar sem gömlu flokkarnir ríghalda í sínar aðferðir við að stjórna. Og það er ólíðandi og við getum ekki stutt þessa samninga en við munum greiða atkvæði með þeim breytingartillögum sem eru til bóta svona eftir sem gerst. Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Já, herra forseti, við greiðum hér atkvæði búvörusamninginn og við Vinstri græn teljum að það sé mjög brýnt að skapa landbúnaði í landinu framtíðarsýn og starfsöryggi sé tryggt til lengri tíma, að fyrirsjáanleiki sé í þeirri atvinnugrein
jafnt sem öðrum. En við teljum að það hefur ekki verið góð vinnubrögð varðandi þennan búvörusamning sem hér liggur fyrir og aðkoma fárra að þeirri vinnu í upphafi. Atvinnuveganefnd hefur reynt að gera bragarbót á og við Vinstri græn höfum lagt því máli lið og reynt að laga þennan samning eins og við höfum getað inn í nefndinni. En það er ekki nóg. En ég tel gott að það sé skýrt endurskoðunarákvæði eftir 3 ár þar sem hægt er að greiða aftur atkvæði samninginn og tími sé notaður vel til þess að skoða þá annmarka sem eru á þessu samningi gagnvart mörgum greinum eins og sauðfjárbændum og fleirum þar sem óánægja hefur komið upp. En við Vinstri græn leggjum fram breytingartillögu varðandi dýravelferð í þessu máli sem gengur lengra heldur en tillaga meirihlutans og vonumst til að það verður góður stuðningur við hana. Hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Vilhjálmur Bjarnason, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, í upphafi þessa máls þá lýsti ég efasemdum mínum búvörusamning eins og hann lá fyrir og afsakið, ég lýsti efasemdum, ég ætla nú að fá að ljúka máli mínu hérna, virðulegi forseti, og efasemdum mín að snúast fyrst og næst að því að ég dreg í efa að þessi samningur bæti hag þjóðar og bænda og jafnvel síður bænda. En það sem gerir það að verkum að ég treysti mér til að greiða atkvæði með þessu að sinni er sú ástæða að hér verður hugað að 3 ára tímabili. Þar verður hugað á gera athugun á hag landbúnaðarins í heild sinni. En mér verður með skapið næst að bæta við hérna einni breytingartillögu og hún gengur út á það að hvert það lögbýli í þessi sem heldur bílakirkjugarð heima hjá sér að það svipt beingreiðslum, ekki nema af umhverfisástæðum, en ég læt það væntanlegri endurskoðun að vinna það mál. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, mér er nú bara skapið næst að taka undir þessa breytingartillögu sem Vilhjálmur Bjarnason hefur hérna bílakirkjugarða. Það er sumt til bóta sem hefur verið gert varðandi þennan búvörusamning í meðförum hv. atvinnuveganefndar. En það er alveg rétt að þetta er mjög umdeildur samningur og það er margt sem betur fara og ég held að við þurfum að fara að temja okkur betri vinnubrögð þegar við erum að vinna til langtíma eins og búvörusamningarnir eru. Þannig að við Píratar munum í ljósi þess að ekki nógu mikið samráð var haft við alla mögulega aðila sem koma að búnaðarvörusamningnum, munum við sitja hjá nema í þeim tilfellum þar sem augljóst er að verið sé að bætum betur, þá sér í lagi með til dýravelferðar og svo myndi ég vilja sjá þessa breytingartillögu bílakirkjugarða frá hv. þingmanni Vilhjálmi Bjarnasyni. Ég held að það yrði sennilega bragarbót fyrir landið. Í nefndaráliti á þingskjali 1647, töluliður 1a, er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 24 atkvæðum, 21 greiðir ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1647, töluliður 1b, er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 atkvæðum, 16 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1649, töluliður 1-2, er breytingartillögur frá 1. minnihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, hér er tillaga mín að mjólkuriðnaðurinn skuli falla undir samkeppnislög eins og aðrar atvinnugreinar í landinu og nokkrar aðrar búgreinar, svo sem eins og sauðfjárrækt og litlu mjólkurstöðvarnar, mjólka, arna og kú. En hér er hins vegar komið til móts við sjónarmið sem komu fram við fyrri umræður, sérstaklega hjá nokkrum sjálfstæðismönnum, að þetta taki ekki gildi strax
og þess vegna er sett hér inn bráðabirgðaákvæði að undanþága skuli afnumin frá og með 1. janúar 2020. Eins og ég segi þá er þetta eiginlega beinlínis gert til þess að sjálfstæðismenn geti þá loksins fyllt sér bak við þessa tillögu vegna þess að aðalröksemd sjálfstæðismanna hingað til hefur verið sú að það sé ekki hægt að gera þetta um leið og lagagreinin væri samþykkt. En hér er sólarlagsákvæði og gjörið svo vel nú sjálfstæðismenn, sýniði hvað þið viljið í frjálsum viðskiptum og hvaða grundvöll menn vilja skapa utan atvinnugreinar á Íslandi. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er afsakið. Forseti verður þó að endurtaka atkvæðagreiðsluna. Háttvirtur endurtökum þessa atkvæðagreiðslu, það er óeðlilegt annað. Atkvæðagreiðslunni er hafin. Þessa breytingartillögu háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, það er mjög athyglisvert að sjá þessa atkvæðagreiðslu og sjá það að ítrekaðar yfirlýsingar sjálfstæðismanna að andstaða þeirra við það að undanþága mjólkuriðnaðarins frá samkeppnislögum væri vegna praktískra ástæðna að það er engin innistæða fyrir þeim yfirlýsingum. Núna þegar mönnum er boðið upp á 3 ára aðlögunartíma sem er fullnægur fyrir greinina til þess að grípa til fullnægjandi aðgerða, þá ætla menn samt að greiða atkvæði gegn því. Og það er dapurlegt að sjá Vinstri-hreyfinguna grænt framboð ekki treysta sér til að styðja þessa hófsömu tillögu heldur. Við hljótum auðvitað að ætlast til þess að þessa atvinnugrein gildi hömlur á því að hægt sé að beita litla samkeppnisaðila ofbeldi. Ítrekað hefur það verið gert hingað til og nú sjáum við að það er beinlínis stefna stjórnarmeirihlutans að girða ekki fyrir það. Og þetta er áhyggjuefni og það er dapurlegt að sjá að frjálsræðishauginn skuli ekki rista dýpra hér í þessum sal. Forseti minna háttvirta þingmenn á að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er þó lokið. Breytingartillagan er felld með 18 atkvæðum gegn 15, 10 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 647 töluliður 2 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 22 atkvæðum, 21 greiðir ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 647 töluliður 3 til 5 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu og atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hæstvirtur forseti, hér greinum við tillögu svokallaða upphækkun á tollverðsgengi í svokölluðu SDR-mynd. Hún er líka í boði stjórnarmeirihlutans sem ætlaði sér í byrjun að hækka þetta viðmiðunarverð 150%, en sá að sér og býður upp á 75% hækkun. Og hér er útfærsla á því hvernig það á að gera miðað við 1. mars næstkomandi og ár hvert að hreyfa það miðað við gengisvísitölu. Þetta ákvæði hér með þessari 75% hækkun tekur stóran hluta út af þeim ávinningi sem neytendur eiga að fá með því að fella niður tollana af sérmerktum ostum eins og kemur hér fram og eftir og við munum styðja. Það er rétt að stjórnarmeirihlutinn hafi það í huga og neytendur næst þegar að kaupa þessa sérmerktu osta, þá er lækkunin ekki eins mikil eins og hún hefði átt að vera þegar ríkið sleppir tækjuna á tollinum vegna þessa hækkunar á þessu viðmiðunarverði. Gjörið þið svo vel, góðir Íslendingar. Þetta er í boði sjálfstæðismanna og framsóknarmanna. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 20 atkvæðum, 23 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 647 töluliður 6 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Töluliður 6. Það verður sérstaklega borið upp töluliður 7. Töluliður 6. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 29 atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 647 töluliður 7 eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 26 atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali endurtaka. Við erum þá að greiða atkvæði núna og atkvæðagreiðslan er hafin.
Í nefndaráliti á þingskjali 647, töluliður 7, eru breytingartillögur frá meirihluta atvinnuveganefndar og það er það sem við erum að greiða hér atkvæði um. Og atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar samþykktar með 32 atkvæðum, 12 greidd ekki atkvæði. Á þingskjali 1658 eru breytingartillögur frá öðrum minnihluta atvinnuveganefndar við 8. tölulið, breytingartillögur á þingskjali 1647 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Öðrum minnihluta, skulum bíða andartak bara. Forseti hafa áður kynnt að á þingskjali 1658 séu breytingartillögur frá öðrum minnihluta atvinnuveganefndar við 8. tölulið, breytingartillaga á þingskjali 1647 og atkvæðagreiðslan er hafin, eins og forseti hafi tilkynnt. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðulega forseti, hér leggjum við nú Vinstri græn fram tillögu sem hljóðar svo: við vörslusviptingu 1. málsgreinar skal Matvælastofnun fella niður allar opinberar stuðningsgreiðslur samkvæmt ákvæðum búvörulaga nr. 99/1993 og búnaðarlaga nr. 70/1998. Við göngum þarna alla leið og teljum ekki eðlilegt að það séu neinar opinberar stuðningsgreiðslur í neinu formi til þeirra sem brjóta lög dýravelferð og eru búin að fá ítrekaðar aðvaranir fyrir alvarleg brot. Og þetta eigi ekki bara við það skepnuhald sem fellur undir beingreiðslur, heldur líka þær skepnur sem eru á viðkomandi búi og brotið er á samkvæmt lögum dýravelferð. Við eigum að ganga alla leið gagnvart því þegar skynlausar skepnur eiga hlut og meirihlutinn kemur með tillögu hér á eftir sem gengur ekki svo langt eins og okkar að þetta eigi við alla skepnur, hvort sem það falla undir beingreiðslur eða ekki, og ég hvet þingheim til að standa með varnarlausum dýrum í þessu landi og samþykkja þessa tillögu. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ef það er eitthvað eitt sem ég hef tekið eftir í gegnumgangandi í íslenskri stjórnsýslu er óskýrleiki og það séu ekki viðurlög, almennileg viðurlög við því þegar að einhverjir gerast brotlegir. Sér í lagi þegar það heyrir undir eitthvað sem tengist afskiptum ríkisins og auðvitað er það þannig að búvörusamningar eru einhver mestu ríkisafskipti sem til eru í okkar samfélagi. En mér finnst dapurlegt að sjá að það er ekki að samþykkja þessa tillögu. Út af því að það er á okkar ábyrgð þá ef að dýraníð fær að viðgangast á ríkisstyrkjum. Hafa hv. þingmenn sem ætla að greiða hér atkvæði þegar greitt atkvæði? Hv. þingmaður Karl Garðarsson. Hafa hv. þingmenn greitt atkvæði sem ætla að greiða hér atkvæði? Atkvæðagreiðslunni er þá lokið. Breytingartillagan er felld með 20 atkvæðum gegn 19. Í nefndaráliti á þingskjali 647 töluliður 8 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna en forseti vill upplýsa að óskað hefur verið eftir að nafnakall fari fram þessa tillögu. Má forseti þá ekki bara tilkynna það þegar spurt hvað sé hér að ræða. Það er í nefndaráliti á þingskjali 1647 töluliður 8 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og forseti hefur tilkynnt að atkvæðagreiðslan sé hafin en áður en að hún hefst vegna þess að óskað hefur verið eftir nafnakalli þá tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson til máls atkvæðagreiðsluna og forseta sýndist fleiri hafa óskað eftir því. Virðulegi forseti, ég langar hér upphafi að þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur verið vakin varðandi dýraníð. Ég tel að meirihlutinn sé núna að bregðast hárrétt við þeim athugasemdum sem komu hérna fram. Sú tillaga sem var hér áðan lögð fram, hún gekk og gengur að mínu mati of langt vegna nokkurra atriða. Í fyrsta lagi þá er það þannig að greiðslur til bænda geta verið grundvöllur til þess að bæta og laga til hjá sér, þannig til að koma í veg fyrir frekari slys eða dýraníð eitthvað slíkt.
Í öðru lagi þá getum við heldur ekki horft fram með því að það eru margar ástæður fyrir því hvers vegna svona vondir atburðir gerast á búum sem við köllum kannski dýraníð eða vanhirða eða eitthvað slíkt. Það geta einfaldlega verið veikindi. Það getur verið veikindi ábúenda, það eru svo margir hlutir sem geta orsakað þetta. Þannig að við hljótum að vilja gefa þessu fólki sem á það þá allavega skilið séns á að koma undir sér fótunum aftur og halda áfram búskap. Það er óhart að taka allar greiðslur af, en að taka greiðslur af þeim dýrum til dæmis sem farir illa með er hárrétt að gera. Það á ekkert að leyfast neinum að ganga illa um dýr. En ef við ætlum að taka til þess jarðræktargreiðslur, greiðslur sem koma fyrir aðra gripi, annar búfénað, þá er gengið í rauninni alltaf langt. Þá verður verið að segja að við ætlum bara að kippa öllu undan þessu fólki. Í staðinn fyrir því að gefa þeim þá víkur, ávita þau, vörslusvipta af þeim tegundum eða dýrum sem er illa haldið, en halda svo, við leyfum þeim svo að halda á. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Hæstv. forseti, hér kemur tillaga frá meirihlutanum sem gengur ekki eins langt eins og tillaga sem hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir flutti hér áðan, sem var mjög svipuð tillaga og ég flutti við aðra umræðu en bara breyting á lögum um velferð dýra. Þarna er sem sagt gengið styttra. Hin tillagan hefði verið betri að mínu mati að samþykkja hana og hún var nú nálægt því að fá samþykki hér á Alþingi, virðulegi forseti, vegna þess að ég veit athygli á því að sú tillaga var samþykkt var felld með einu atkvæði, 20 atkvæði gegn 19, og 4 þingmenn Sjálfstæðisflokksins sátu hjá er sama og greiða ekki atkvæði. En þannig er nú staðan hér nú. En hins vegar vil ég líka vekja athygli á því að við atkvæðagreiðslu um þennan stóra og mikla samning þá er ekki nema 20 til 24 þingmenn stjórnarflokkanna sem að samþykkja þetta. Það er ekki meirihluti alþingismanna sem stendur bak við þetta. Það er rétt að vekja athygli á því, virðulegi forseti, og það kann að vera vegna þess að ýmsir þingmenn úr stjórnarliðinu séu með óbragðið munni og ég skil það mjög vel. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, við greiðum hér tillögum að fella niður stuðning við dýraeigendur sem að verða uppvísir alvarlegum brotum. Við boðuðum það milli umræðna að við myndum flytja þessar breytingartillögur við 3. umræðu því að það er vandaverk að setja lögin þannig að þau virki og það setja þetta íþyngjandi ákvæði á réttum stað. Og hvort hún gengur skemur að styttra, þá er þetta skýlaus heimild til Matvælastofnunar í samhengi við önnur úrræði sem Matvælastofnun hefur að beita þessu úrræði til þess að knýja fram úrbætur. Ég hvet þingheim til þess að samþykkja þessa tillögu. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jóhanna María Sigmundsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Hæstv. forseti, mann líður svolítið eins og maður sé að koma hérna upp til þess að bera á sig sakir, en ég er hérna líka að minna á það að í landinu eru í dag lög um velferð dýra, þar sem kemur meðal annars fram að leiki grunur á að sé að ræða alvarlegt brot gegn lögum þessum eða reglugerðum sem eru settar með stoð í þeim, getur lögregla fyrirvaralaust tekið dýr úr vörslum eiganda eða umráðamanns samkvæmt ákvörðun Matvælastofnunar. Og mér finnst alltaf vera númer 1, 2 og 3 í þeim málum þar sem að velferð dýra er í húfi að það sé að fjarlæga dýrin úr umönnun þeirra aðila. Og svo að sjálfsögðu, eins og hefur komið fram hérna í atkvæðaskýringu hv. þingmanns Haralds Benediktssonar, þá er þetta í samræmi, svo tillaga sem hérna kemur er í samræmi við þau lög sem fyrir eru og er skýlaus bót á þessu máli þar sem að Matvælastofnun getur þá tekið styrk af ef að þess ber undir. En við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því sem stendur í dýravelferðarlögum sem við erum ekki að finna upp hérna í dag eða í þessari umræðu, heldur eru búin að vera til staðar í fjölda ára, að það geta verið minni brot sem að er þá kannski hægt að leysa úr bara með því að benda fólki á það. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, það er ekki íþyngjandi að fara vel með skepnur. Það er ekki íþyngjandi. Það er sjálfsagður hlutur. Og við getum alveg þingið gengið alla leið og við þekkjum það að það er langur aðdragandi að því að það verði gengið það langt að svipta menn beingreiðslum eða öðrum styrkjum og sektargreiðslum annað því.
Matvælastofnun þarf að hafa skýr skilaboð frá Alþingi að dýraníð á ekki að líðast og það eigi auðvitað að fara fyrst eftir þeim ferlum sem eru í gildi varðandi lög um dýravelferð og Matvælastofnun vinnur eftir. En út af hverju ósköpunum ætti eitthvað bú að halda áfram að fá stuðningsgreiðslu frá ríkinu ef að dýravelferð er brotin á hluta bústofnsins? Hvaða skynsemi er í því? Þetta er bara eitthvað sem kemur óorða bændur svona lagað og bændur vilja ekki heilt yfir að það sé brotin lög um dýravelferð. Og við verðum hér á Alþingi að sýna bara þessu málaflokki þann sóma að standa með þessu og það er sorglegt að munaði bara þetta litlu einu atkvæði og þeir sem sátu hjá ættu nú aðeins að hugsa sinn gang. En að vitaskuld stöndum við Vinstri græn með þá þessari tillögu sem gengur skemur okkar en við teljum að við höfum haft áhrif á að komin hingað til atkvæðagreiðslu. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björt Ólafsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðslu. Já, virðulegur forseti. Í gegnum alla þessa vinnu atvinnuveganefndar þá hefur þetta verið einn af þeim punktum sem við höfum talað sem mest við í minnihlutanum. Þetta var einn af þeim atriðum í þessum 13 liðum sem við höfðum í Bjartri framtíð í frávísunartillögu okkar. Þar var það einmitt rakið hvernig í lögum um velferð dýra, hvernig atvinnuveganefnd árið 2012 tók þetta viðurlag út til þess að gera þetta nú í búvörusamningum. Hér er ekki gengið nógu langt og ég skil ekki af hverju. Ég hef ekki ímyndunarafl í það að ná utanum af hverju fólk vill hafa einhvern varnagla á að það megi ekki refsa þeim eða taka þeim styrki sem að fara ekki vel með skepnur. Ég bara næ ekki utan það og ég skil ekki hvernig Alþingi Íslendinga getur ekki haft þetta á hreinu. Við munum greiða atkvæði með þessari tillögu meirihlutans en hún gengur allt of skammt. Þá fer fram nafnakall. Upp hefur komið talan 53. Unnur Brá Konráðsdóttir, þingmaðurinn er fjarstaddur. Valgerður Bjarnadóttir, þingmaðurinn segir já. Valgerður Gunnarsdóttir, þingmaðurinn er fjarstaddur. Vigdís Hauksdóttir, þingmaðurinn er fjarstaddur. Vilhjálmur Árnason, þingmaðurinn segir já. Vilhjálmur Bjarnason, þingmaðurinn segir já. Willum Þór Þórsson, þingmaðurinn segir já. Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorsteinn Sæmundsson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti. Við umræðu þetta mál og afgreiðslu og kosningu það milli 2. og 3. umræðu var birt mynd af nokkrum þingmönnum hér úr þessum sal og þeir voru úthrópaðir sem dýraníðingar fyrir að styðja ekki tillögu sem þá kom fram. Nú þykir mér rétt að það komi fram hverjir það eru sem að styðja tillögu sem að kemur í veg fyrir dýraníð á bújörðum landsins og ég tek eftir því að mönnum þykir þetta skemmtilegt og það er gott og ég vona það að það sé til vitnis um það að þeir séu þá ánægðir með þetta að þeir muni þá greiða atkvæði með þessu. En ég er náttúrulega ætlast til þess að í þessari fjölmiðlaumræðu sem er á Íslandi að þá ætlast ég náttúrulega til þess að það komi mynd af mér núna í sama fjölmiðli þar sem að það sé útskýrt að ég sé ekki dýraníðingur og félagar mínir ekki heldur. Ég segi já, herra forseti. Þingmaðurinn segir já. Þórunn Egilsdóttir, þingmaðurinn segir já. Ögmundur Jónasson, þingmaðurinn er fjarstaddur. Össur Skarphéðinsson, þingmaðurinn segir já. Árni Páll Árnason, hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, í þessari umræðu þetta mál og þennan þátt málsins finnst mér hafi komið í ljós mikill vandi í nálgun stjórnarliða á stöðu landbúnaðarins í íslensku samfélagi. Það er rosalega mikilvægt að það sé tiltrú og traust í garð þessara mikilvægu atvinnugreinar og það er ekki verið að gera neinum greiða með því
að draga úr möguleikum hins opinbera til þess að hafa agavald á þeim sem fara illa með skepnur. Hér er verið að reyna að finna leiðir til þess að gera viðurlög við misnotkun á dýrum eins lítil og mögulegt er. Og ég bara með hálfum hug segi já við þessu, því að mér þykir, þetta satt að segja, alls ekki nógu langt gengið, miklu eðlilegra að hafa víðtækar heimildir til þess að taka opinberan stuðning af þeim sem misfara með dýr, og það er þá eftir atvikum, þarf þá að rökstyðja það ef menn beita slíkum heimildum, en það er eiga að vera fyrir hendi í lögum. Þingmaður sagði já. Ásmundur Einar Daðarsson. Þingmaður segir já. Ásmundur Friðriksson. Þingmaður segir já. Ásta Guðrún Helgadóttir. Þingmaður segir já. Birgir Ármannsson. Þingmaður greiðir ekki atkvæði. Birgitta Jónsdóttir. Þingmaður segir já. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Þingmaður segir já. Bjarni Benediktsson. Þingmaður segir já. Björt Ólafsdóttir. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, ég segi já eins og ég hef skýrt hér áðan. Það hefði kannski verið betra fyrir hv. þingmann Þorsteinn Sæmundsson bara að hringja í DV ef hún vantaði þennan fjölmiðlasirkus. Mér finnst óþolandi að Alþingi Íslendinga sé að taka þátt í svona skrípaleik. Hv. þingmaður segir Hv. þingmaður forseti biðst velvirðingar, það hefði farið fram hjá hv. forseta, þannig að hann vildi nú vera viss. Brynhildur Pétursdóttir. Þingmaður segir já. Brynjar Níelsson. Þingmaður segir já. Elín Hirst. Þingmaður er fjarstaddur Elsa Lára Arnardóttir. Þingmaður er fjarstaddur Eygló Harðardóttir. Þingmaður er fjarstaddur Frosti Sigurjónsson. Þingmaður segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson. Þingmaður segir já. Guðmundur Steingrímsson. Þingmaður segir já. Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, þakka góð orð hv. þingmanns Össurar Skarphéðinssonar, alltaf mikla væntumþykju gagnvart mér. Mig langar nú bara að leiðrétta hér aðeins að vitanlega er þetta alrangt sem kom hér fram hjá hv. þingmanni Árna Páli Árnasyni, að það sé verið að draga úr möguleikum hins opinbera. Það er einmitt verið að auka möguleika hins opinbera með þessari tillögu til þess að taka á þeim sem að mögulega eru að fara ekki vel með dýr og skepnur, eru sem sagt að stunda dýraníð eins og við höfum verið að tala um það hér. Það er hins vegar alveg sanngjarnt í rauninni að mér hér komi menn upp og sé býsna heitt í hamsi eftir það umræði sem var hér síðast þegar við vorum að ræða þessi mál, þar sem menn voru einmitt úthrópaðir dýraníðingar yfir að ekki vilja samþykkja þá tillögur sem það var lögð fram. Það góða er að svo til að hreyfði við þessu máli og ég er þakklátur fyrir það. Upp úr stendur að við erum konum með góða tillögur sem mun styrkja Matvælastofnun, bæta við þau fjölbreyttu úrræði sem sú stofnun hefur í dag til þess að taka á þessum hlutum. Ég segi já. Þingmaður segir já. Hanna Birna Kristjánsdóttir. Þingmaður segir já. Haraldur Benediktsson. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil ekki athygla á því að við erum að reyna að vanda lagasetningur, við erum að setja þetta ákvæði við 37. grein laga um velferð dýra. Við erum að reyna að gæta þess að það er komið þá á réttum stað þannig að þetta verði virkt úrræði. Ég frábið með þær fullyrðingar sem hér hafa komið fram að við séum að gefa einhvern afslátt. Matvælastofnun hefur víðtæk úrræði, Matvælastofnun hefur mjög sterk úrræði. Hún getur gert allar tekjur dýraeiganda upptækar með sínum athöfnum, burtséð frá því hvort við horfum til einna búgreinar fleiri. Og veruleikinn er sá, því miður, að þar sem að þessi vandamál kom upp, að þá er ekki bara ein tegund af dýrum undir í þeim efnum. Það er yfirleitt allt búið, því miður, en þarna viljum við ganga skýrt til verka og ég þakka góðan stuðning sem þessi tillaga er að fá. Þingmaður sagði já. Haraldur Einarsson. Þingmaður segir já. Helgi Hrafn Gunnarsson. Þingmaður segir já. Helgi Hjörvar. Þingmaður er fjarstaddur Höskuldur Þórhallsson. Þingmaður er fjarstaddur Illugi Gunnarsson. Þingmaður segir já. Jóhanna María Sigmundsdóttir. Þingmaður, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstv. forseti, þetta er náttúrulega með ólíkindum að þurfa að koma upp í pontu Alþingi og vera að frábiðja sig þeim málflutningi að maður sé dýraníðingur. Hérna eru tvær tillögur, önnur segir að Matvælastofnun sé skylt að fella niður allan opinberan stuðning og hin segir Matvælastofnun heimilt að fella niður opinberan stuðning. Ég er nú búfræðingur frá Bændaskólanum á Hvanneyri, ég er samt engin sérfræðingur hjá Matvælastofnun og hef að mínu viti ekki menntunir til þess að starfa þar ef auglýst væri starf þar. Þannig ég ætla nú að láta þá ákveða hvenær heimildin er notuð til þess að fella niður stuðninginn. Ég segi já. Hv. þingmaður segir já. Jón Gunnarsson, þingmaður er fjarstaddur. Karl Garðarsson, þingmaður segir já. Katrín Jakobsdóttir, þingmaður segir já. Katrín Júlíusdóttir, þingmaður segir já. Kristján Þór Júlíusson, þingmaður er fjarstaddur. Kristján L. Möller, hv. þingmaður, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, ég segi já við þessari tillögu vegna þess að hún er skömminni skárra heldur en ekki neitt. En ég minni á það að í lögum um frumvarp um velferð dýra þá óskaði atvinnuveganefnd eftir því við ráðuneytið að það myndi koma með skýrt ákvæði um dýraníð við gerð búvörusamninga. Það var ekki gert. Það var ekki gert af ráðuneytinu. Þess vegna er það nefndin sem tekur þetta hér upp. Og tillaga sem ég fletti við aðra umræðu breytingu á lögum um velferð dýra átti að vera þar. Hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir flytti hér tillögu áðan sem var að það væri skylt og það er mikill munur á skylt eða heimild. En hér er gengið aðeins styttra, skömminni skárra eins og ég segi. Ég vil bara minna á það, virðulegi forseti, að við höfum séð í myndum í sjónvarpi vanhöld á dýrum í ákveðnu hreppi hér á landi. Það var með stuðningi ríkisins. Og það þarf enginn að segja með það að ef að greiðslur væru felldar niður að það myndi eitthvað auka þar á þann vanda. Nei, það myndi hins vegar auka heimildir til þess að stoppa vegna þess að þetta mál að mig minnir þurfti að fara einhverja hringferð í dómskerfinu til þess að stoppa dýraníð sem þar var. Þingmaður segir já. Lilja Rafney Magnúsdóttir, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, herra forseti, að það koma hér upp þingmenn og tala þannig eins og það hefur bara verið sjálfgefið að þessi tillaga sé til afgreiðslu núna. Það er bara langt í frá. Ég sit í atvinnuveganefnd og það stóð ekki til að fara að opna búvörulögin til þess að koma svona tillögu inn fyrr en að breytingartillaga frá mér og fleirum kom sama efni. Þannig var nú bara það. Og það hefur kannski líka haft áhrif þessi umfjöllun eins og DVF í þessu máli að menn hröktust til þess að standa með þessu eins og er verið að afgreiða núna. En það er ekki nógu langt gengið, en að vitaskuld munum við Vinstri græn greiða atkvæði með þessari tillögu. En við skiljum ekki þann meinbug í þingmönnum að geta ekki gengið alla leið og skal og heimilt, þar er mikill munur á. Og auðvitað er að undan gengið aðvörun og langur ferill á að menn grípa til slíkra aðgerða. Og við erum líka að tala allan bústofninn, ekki bara skepnur sem falla undir opinberan stuðning. Svo þetta komist nú alveg til skila og menn eiga ekki að veigra sér við að taka til hendinni í þessu málaflokki. Og það hefur frekar átt að vera nafnakall í fyrri atkvæðagreiðslu heldur en þessari. Þingmaðurinn segir já. Já. Líneik Anna Sævarsdóttir. Já. Þingmaðurinn segir já. Oddný G. Harðardóttir. Þingmaðurinn er fjarstaddur. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir. Þingmaðurinn er fjarstaddur. Óttar Proppé, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, hér er gengið skemur heldur en í tillögunni sem var felld hérna áðan. Hér er meðal annars verið að heimila að halda áfram stuðningi við sum dýr þó svo að það sé sýnt fram á dýraníð annarra dýra á sama búi. Ég finnst þetta óskiljanlegt. Dýraníð er eitthvað sem á ekki að líðast og auðvitað eigum við að hafa sterkar heimildir og skyldu stofnana til þess að nýta sterkar heimildir til þess að koma í veg fyrir dýraníð. Dýraníð er ekki eitthvað sem bara gerist og er síðan brugðist við eftir á svona óvart eins og hver annar sjúkdómur. Dýraníð er hægt að koma í veg fyrir með því að þeir sem að haldi dýr séu meðvitaðir að gera það vel. Það er með ákveðinni sorg í hjarta að ég segi já við þessari tillögu. Hún er mikil bót frá því sem að nú er, en mikið hefði nú verið betra
og betra til afspurnar fyrir þingið hefðum við samþykkt tillöguna sem var felld hérna áðan. Hv. þingmaður sagði já. Páll Valur Björnsson, þingmaður segir já. Páll Jóhann Pálsson, þingmaður segir já. Ragnheiður Elín Árnadóttir, þingmaður fjarstaddur. Ragnheiður Ríkharðsdóttir, þingmaður segir já. Róbert Marshall, þingmaður segir já. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þingmaður fjarstaddur. Sigríður Á. Andersen, þingmaður greiðir ekki atkvæði. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þingmaður fjarstaddur. Sigrún Magnúsdóttir, þingmaður segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður fjarstaddur. Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður fjarstaddur. Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður fjarstaddur. Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður segir já. Svandís Svavarsdóttir, þingmaður segir já. Einar K. Guðfinnsson segir já. Tillagan er samþykkt með 42 atkvæðum, 2 sitja ekki hjá og er breytingartillagan sitja hjá. Það er nú ekki fyrsta skipti sem forseti mismælir sig og ekki það alvarlegast í þetta skipti. 42 segja já, 2 sitja hjá. Breytingartillagan er samþykkt með 42 atkvæðum. Á þingskjali 649 töluliður 3 breytingartillaga 1, breytingartillaga frá 1. minnihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, hér flyt ég tillögu sem er það að reyna að skapa meiri sátt gerð búvörusamninga, sem er það að landbúnaðarráðherra leggi fyrir Alþingi þingsályktunartillögu með samningsmarkmiðum ríkisins sem eru rædd þá hér í fyrri umræðu, málið gangi til nefndar milli umræðna, komi svo til annarrar umræðu til samþykktar eða synjunar eins og gengur og gerist og Alþingi komi þar með að gerð búvörusamnings áður en ráðherrar og bændasamtökin setjast niður. Þetta er tvímælalaust til bóta, virðulegi forseti, að mínu mati, og ég trúi því ekki sem ég sé hér að meirihlutinn, Sjálfstæðismenn og Framsóknarmenn greiði atkvæði gegn þessari tillögu sem sett er fram á þann hátt sem ég var hér að lýsa. Það er mín bjargfasta trú, virðulegi forseti, að samþykkt þessari tillögu myndi auðvelda vinnu Alþingis við gerð búvörusamninga, hvort sem að það verður nú eftir 2 ár eða 3 ár eða 10 ár, eins og sumir Framsóknarmenn halda fram, en Sjálfstæðismenn reyna að segja okkur trú það að þetta sé 3 ára samningur. Virðulegi forseti, ég skora á stjórnarliða að endurskoða afstöðu sína. Sjálfstæðismönnum fer það illa að vera svona rauðir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 20 atkvæðum gegn 18, 5 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 647 töluliður 9 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 30 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan er hafin. Virðulegi forseti, ég vil nú bara koma hér upp til þess að þakka alþingismönnum, bæði að sjálfsögðu í meiri minnihluta í atvinnuveganefnd fyrir þeirra störf. Ég vil líka þakka Alþinginu eða þinginu fyrir hvernig þetta mál hefur gengið hér fyrir sig. Mér langar líka að nefna hér að bændasamtökunum, viðsemjendum ríkisins í tilfelli og ráðuneytis starfsfólkinu sem að þessu kom, þakka þeim fyrir þeirra störf. Nú tekur það við að vinna úr þessum samningi sem við erum að samþykkja hér. Það er ýmsu beint til ráðherra sem að þarf að hrinda í framkvæmd og ég mun sjálfsögðu reyna að hrinda því
eins miklu af því helst öllu í framkvæmd áður en að verður kosið hér í lok október, þannig að þetta komist nú allt á skrið fyrir kosningar. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. forseti, já, hér við lokaafgreiðslu þessa máls þá munum við þingmenn jafnaðarmanna sitja hjá við frumvarpið í heild sinni. Við höfum flutt hér breytingartillögur sem hafa verið felldar, sem við töldum vera til bóta fyrir málið. Það hefur eitthvað breyst í meðferðum nefndarinnar en allt of lítið. En þá stöndum við frammi fyrir því, virðulegi forseti, Alþingi stendur frammi fyrir gjörðum hlut og getur engu breytt, eins og ég myndi gjarnan vilja gera núna, eins og við þær nýjustu upplýsingar sem koma varðandi sauðfjárrækt, það er að segja hrun á erlendum mörkuðum og slæma stöðu vegna gengisstyrkingar. Ég hefði viljað koma til móts við sauðfjárbændur í þessu samningi með tillit til þessa. En ég get ekki annað en sagt í lokin, virðulegi forseti, að ég óska bændum góðs gengis og þakka þeim fyrir frábæra framleiðslu á góðum og heilnæmum vörum, frábærum landbúnaðarvörum. Ég óttast hins vegar að þessi samningur sé ekki góður fyrir bændur, en ég vek athygli á því í lokin, virðulegi forseti, að svo virðist vera að í þeim stóra meirihluta sem starfar hér á Alþingi séu aðeins 19 þingmenn að samþykkja búvörusamning. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Óttar Proppé tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, okkur í Bjartri framtíð þykir afskaplega vænt íslenskan landbúnað og það er mjög mikilvægt að hann ríki sátt. Hér er verið að leggja fram búvörusamninga sem eru gerðir án samráðs við mjög mikilvæga aðila í umhverfismálum, neytendur og svo framvegis. Hér er ekki tekið tillit til samkeppnissjónarmiða og það er ekkert í þessari vinnu sem er líklegt til þess að leiða til aukinnar sáttar íslenskan landbúnað og það er miður. Hér er verið að samþykkja samning sem breytir miklu, sem er ekki endilega til góðs. Það er sagt, gerum það en bara til 3 ára, þannig að það sé aftur hægt að hefja ferlið aftur og kannski með betra samráði. Tökum samráðið eftir á en samþykkjum þetta fyrst. Ég hef sagt það áður, 3 slæm ár er skárra en 10 ár, en 3 slæm ár eru slæm ár og það er ekki nokkur leið að styðja við samning sem býður upp á þetta. Við segjum nei. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, við lokaatkvæðagreiðslu þetta stóra mál. Við erum eftir í huga þakklæti til samnefndarmanna í hv. atvinnuveganefnd fyrir gott samstarf og fyrir góðar umræður hér í þinginu. Við tókum þetta mál í góðri samvinnu í nefndinni, unnum málefnalega framgangi þess, gerðum á því mjög margar og ítarlegar breytingar sem ég held að verði málinu til heilla þegar lengdar lætur. Og ég er nokkurn veginn sannfærður það, virðulegi forseti, ef við værum ekki svona nálægt kosningum og við hefðum haft aðeins meiri tíma, þá hefðum við náð að mynda hér miklu breiðari sátt þetta stóra mál heldur en er kannski raunin hér við lokaafgreiðslu. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, herra forseti, við Vinstri græn greiðum ekki atkvæði í lokaafgreiðslu við þennan búvörusamning. Við munum sitja hjá og teljum að núverandi stjórnvöld eigi að bera ábyrgð á þessum samningi. Hefðu við haft eitthvað það að segja, þá hefði undirbúningur hans verið með allt öðrum hætti og reynt að ná miklu breiðari sátt og vinna með þeim greinum sem þarna eiga hlut til þess að reyna að ná fram sem öflugustur niðurstöðu fyrir íslenska landbúnað. Við Vinstri græn viljum að íslenskur landbúnaður vaxi og dafni hér innanlands og það sé til hagsbóta fyrir neytendur landsins að hafa framleiðslu sem næst neytendum. Það er líka umhverfisvænt og við höfum lagt fram breytingu inn í þennan samning núna þar sem umhverfisáhrif verða mæld og skoðuð ásamt mörgu fleiru í þeirri endurskoðun sem fer fram næstu 3 árin.
Við teljum að það hafi verið unnið ágætlega inn í atvinnuveganefnd að reyna að bæta þetta, en það var ekki lengra komist og við höfum stutt tillögur sem komu þar fram til bóta, en við hörmum það að Alþingi geti ekki greitt atkvæði með þeirri tillögu sem við lögðum fram dýravelferð, en við munum sitja hjá við heildarafgreiðslu samningsins. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir, tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæðisins. Virðulegi forseti, það eru 3 ár síðan að þingflokkur Bjartrar framtíðar kom fram með hér á í þessum sal fyrirspurnir og hvatningar, fyrst fyrir 3 árum, til þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra það hvernig við ættum að standa að þeim búvörusamningum sem voru þá í burðarliðnum. Við sögðum fyrir 3 árum síðan, nú skulum við gera þetta almennilega. Nú skulum við koma á samráði. Á þetta var ekki hlustað, en það var eins og að rynna upp ljós fyrir meirihlutanum í atvinnuveganefnd og þeir svona reyndu eins og þau gátu á síðustu metrunum að eitthvað að bæta og sögðu, heyrðu, við skulum skoða þetta eftir 3 ár og þá skulum við fara að gera hitt og þetta og setja það upp í falleg orð í nefndaráliti hjá sér. Það er engin garantering á því að það verði gert. Hér erum við að greiða samninga til 10 ára óbreytt ástand og það er óþolandi. Það er vont fyrir bændur. Þetta er ekki góður samningur fyrir bændur og mér þykir það ömurlega leiðinlegt að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur treysti ekki landbúnaðinum í Íslandi í samkeppni, út af því að landbúnaður í Íslandi getur fyllilega staðið í samkeppni við erlendar vörur. Hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jóhanna María Sigmundsdóttir, tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæðisins. Hæstv. forseti, það er auðvitað ennþá margt í þessum samning sem eftir á að útfæra betur, meðal annars þau verkefni sem beint var til Byggðastofnunar og ég kem hérna aðallega til þess að hvetja til þess að sú vinna verði hafin hið fyrsta og þannig að tillögur Byggðastofnunar sem eiga að fara til brothættari svæða komi fram og þeir bændur sem þar búa og stunda landbúnað í dag lifi ekki í óvissu framhaldið á sínu landbúnaði. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Á. Andersen, tekur til máls og gerir grein fyrir atkvæðisins. Virðulegi forseti, þessi atkvæðagreiðsla rennir stoðum undir búvörusamninga sem gerðir hafa verið til 10 ára. Í þeim samningum er engin tilraun gerð til þess að vinda ofan af hinu ríkisrekna landbúnaðarkerfi. Engin tilraun. Það er gert ráð fyrir 14 milljarða króna beingreiðslum á ári, styrkjum með beinum hætti og ætli að sé ekki svona hátt í það styrkirnir sem að felast og settir eru fram með tollmúrum. Í þessu ljósi og í ljósi þess að nægur tími er til þess að endurskoða þetta kerfi frá grunni og miðað við þann hljómgrunn sem að slík endurskoðun hefur mér þótt vera hér, sá hljómgrunnur sem hefur verið hér í þessum þingsal fyrir slíkri endurskoðun, þá get ég ekki annað en greitt atkvæði gegn þessari breytingum og þessum lögum í heild sinni. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 19 atkvæðum gegn 7, 16 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.